Komið þið sæl og verið hjartanlega velkomin að skjánum. Það föstudagsþátturinn sem heilsar ykkur. Og það má mér sannir segja að ferðasumarið sé hafið fyrir alvöru og við ætlum einmitt að hefja þáttinn að þessu sinni á þeim nótum. En næsta mánudag, 12. júlí, hefst gönguvika hjá ferðafélaginu Trölla. Og til þess að segja mér frá því er hún komin hingað María Bjarney Leifsdóttir, vertu hjartanlega velkomin. Takk. Ferðafélagið Trölli, það er eins og nafni gefið til kynna á Tröllaskaga, ekki satt? Jú, passar. Svona fyrir þá sem ekki þekkja til. Og þið eru með ansi metnaðarfulla göngudagskrá í sumar, en hún kannski nær svona hápunkti má segja með þessari gönguviku. Já, við erum þetta er svona fyrsta sumari sem við erum að prófa að vera með gönguviku. Já. Annars höfum við verið með alveg frá maí og fram í september vikulega göngur. Og svona auka göngur inn á milli. Já, og gönguvikan, það er náttúrulega bara þá gengið hvern einasta dag eða svo gott sem, er það ekki? Jú, hverjum degi heila viku. Já, frábært. Og hvernig farið að því að velja þessar leiðir? Sko, við erum náttúrulega búin að vera þetta er 5. sumari sem við erum með skipulagðar gönguferðir fyrir hvern sem er. Já. Og við bara svona veljum okkar uppáhaldsleiðir og við erum alltaf að reyna að bæta aðeins í flóruna líka. Finna einhverjar nýjar og skemmtilegar, spennandi gönguleiðir. Já, já. Og þær eru nánast óþrjótandi á Tröllaskaganum. Einmitt, þetta er náttúrulega bara svona paradís fyrir útivistar unnandan. Það er endalaust hægt að finna nýjar leiðir og nýja staði. Já, þetta er alveg bara ef maður ætti að eiga heima einhvers staðar, ef maður hefur gaman af fjallgöngum, þá er það þarna, sko. Já, einmitt, þetta er óþrjótandi. Og finnið þið, sko, eru einhverjar leiðir og svona sem er mest eftirspurn eftir þið verðið að hafa á hverju ári? Já, það hefur til dæmis verið mjög vinsælt að ganga gamla Múlaveginn. Já. Það hafa verið fjölmennustu göngurnar hjá okkur einhverja hluta vegna. Einmitt. En núna til dæmis mælum við ekki með þeirri leið fyrir þá sem eru lofthræddir. Því að í jarðskjálftunum í fyrra þá fór bara hluti af veginum. Þannig að þetta er svolítið bratt. Já. En þetta er ekkert ókleift. Við erum búin að fara og ganga þetta til að skoða þetta. Já. Og þetta er allt í lagi. Þú veist, það er ekkert hættulegt en ekki fyrir loftrædda eins og ég segi. Nei, einmitt. Þannig að fólk þarf að hafa það í huga. Já. Og svo er mismunandi erfiðleikastig væntanlega á einhverjum af þessum ferðum? Já, maður myndir svona kannski segja að svona lengri eða brattari göngur flokkast kannski erfiðari ef maður er að fara upp á einhver háfjöll. En eins og þessar göngur í gönguvikunni, þær eru flestar á bilinu svona 2 til 3 skór. Maður talar það upp í 5 skó, sko. Já. Ef að 5 skór eru erfiðast, þá erum við að tala svona 2,5 til 3 skó í flestum þessum göngum, sko. Sem er svona á flestra færi. Já. Ég veit allavega, ég held að man ekki hvort að svona fyrir Akureyringa þá er ég held að súlur séu svona einmitt 2,5 eða eitthvað svoleiðis. Já. Þannig að þetta er eitthvað samhengi fyrir fólk sem þekkir ekki þennan kvarða, þetta er kannski ekki nákvæmasti kvarðin. Nei, maður getur sagt sko frá 1 upp í 5, þú veist, þá er þetta svona aðeins yfir með, en þú veist, þetta er ekki alveg, þú stígur ekki upp úr sófanum endilega í göngu sem er 3 skór. Nei. En ef þú ert svona þokkalega á þig komin og hefur gaman að þig ganga, þá er þetta ekkert mál. Nei. Og við náttúrulega högum svolítið göngurhraðanum eftir hópnum og... Já, og náttúrulega fjölda og svona margt sem spilar inn í þar. Já, og ef við erum með einhverja rosalega hraðfara og aðra sem fara ekki eins hratt yfir, þá getum við auðvitað líka skipt hópnum bara. Já. Einhverjir vilja síður staldra mikið við, þá bara þeir í fremri hóp og... Það voru ekkert mál að bregðast bara við því. Það bregst bara við eins og þarf, sko. Já, en svo náttúrulega gönguvikan eins og ég segi hefst á mánudaginn, næsta, 12. júlí, og stendur í viku, en þið eru svona hvergi nærri hætt, það er náttúrulega bara starf langt fram á haustið, er það ekki? Jú, við verðum alveg fram á, ég held að 4. september, þá erum við með síðustu gönguna. Já. Og það verður rosalega ganga upp á Keranhnjúk.
Já, já, já. Það er alveg svona í erfiðari kantinu og alls ekki fyrir loftræta. Nei, einmitt, það er svona... En það var til dæmis mjög vinsæl ganga hjá okkur í bæði fyrra og hittivera. Já, er það ekki oft líka þannig með kannski svona meira krefjandi leiðir að það er að fólk sem hefur ekki farið þær áður, það er mjög þakklátt fyrir að það séu skipulagðar ferðir, því maður vill fara kannski erfiðari leiðir með einhverjum sem hefur farið þetta áður. Jú, örugglega. Fá svona smá leiðsögn sko. Já. Veri ekki að villast eitthvað sem að maður lendir bara í sjálfheldu og... Nei, það er miklu skynsamlegra að vera með vönu fólki í ferð. Já. En hvernig ber fólk sig að ef það vill kynna sér dagskrána, bæði í gönguvikunni í næstu viku og svo bara allar þessar skemmtilegu ferðir sem þið hafið upp á að bjóða? Já, við erum á Facebook, Ferðafélagið Trölli. Já. Og svo er líka þetta inn á heimasíðu Fjallabyggðar. Þar er sem sagt dagskráin alltaf hjá okkur. Já. Og það kemur svona, þegar nær dregur hverju göngu, þá kemur svona betri lýsing á göngunni. Einmitt. Annars er bara heildar dagskráin á síðunni. Inn á síðunni. Já. Þannig að þeir sem eru, bæði fólk sem býr hér á svæðinu og svo eins ef fólk sér fram á að vera á Tröllaskaga einhverja daga, þá getur það fletti upp hvað er í boði á þeim tíma. Já, og svo náttúrulega bara ekki spurning að gera sér bara ferð á Tröllaskaga fyrir svona gönguviku. Ég og svo það, ég segi það. Það er náttúrulega bara að gera. Flott tjaldsvæði bæði á Ólafsfirði og Siglufirði. Já. Og náttúrulega einhverjir gistimöguleikar aðrir. Já. Þetta er alveg bara borðleggjandi, fólk á bara... Algjörlega. Sérstaklega fyrir fólk sem er þannig fyrir sunnan í flatlendinu að koma að upplifa alvöru brekkur og svona, þá er þetta alveg kjörið tækifæri. Já, svo er bara margt annað í boði eins og kajakaferðir og hitt og þetta, þannig að... Já, þannig að það verður engin uppiskroppa með afþreyingu. Nei, alls ekki, minnst að kosti ekki ef að fólk er fyrir útivist. Nei. Þetta er frábært og byrjiði svo strax bara að undirbúa næsta ár þegar þeir eru búið að fara á Keranhjúk. Já, maður er alltaf með eitthvað í kollinum en svona við förum í þetta svona þegar að fer að vora, þá förum við að setja þetta niður sko. Þetta er allavega einstaklega spennandi og glæsileg dagskrá sem er framundan og ég bara hvet alla til þess að kynna sér þetta og bara drífa sig svo á stað með ykkur. Já, takk. Bara kæra þakki fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Sömuleiðis, takk.